Loftslagsváin stærsta áskorun 21. aldarinnar. Til að takast á við hana þarf að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka kolefnisbindingu úr andrúmslofti. Stjórnvöld stefna að því að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040, að losun gróðurhúsalofttegunda verði þá ekki meiri en sem nemur bindingu. Ísland hefur sett sér sjálfstætt landsmarkmið 55% samdrátt á beinni ábyrgð Íslands og hefur þannig tekið sér stöðu meðal metnaðarfyllstu þjóða heims í loftslagsmálum. Háleit markmið kalla á öflugar aðgerðir. Stjórnvöld kynntu nýja aðgerðaáætlun árið 2018 sem var uppfærð 2020. Í áætluninni eru 50 aðgerðir og framlög til loftslagsmála hafa verið stór aukin. Frá árinu 2018 hafa bein framlög til loftslagsmála meira en 14-faldast. Á undanförnum árum hefur umfang skógræktar og landgræðslu aukist verulega en aðgerðir í kolefnisbindingu skila nú árangri áratugi fram í tímann, árangri sem við erum þegar farin að sjá að skilar sér. Í samgöngum eru orkuskiptin komin á fullt skrið. Árið 2019 var hlutfall vistvænna ökutækja af nýskráðum bílum 28% en árið 2021 var það komið upp í 58%. Ljóst að stærstu tækifærin til að draga úr losun á beinni ábyrgð Íslands liggja í samgöngum og þessi árangur undirstrikar að hægt að ná miklum árangri ef viljinn fyrir hendi. Byggja þarf ofan á þann grunn sem nú hefur verið lagður í loftslagsmálum og stefna enn hærra. Við þurfum með samtakamætti að grípa til stórhuga breytinga nú til að uppskera árangur í framtíðinni, okkur og komandi kynslóðum til heilla.